kennara. Já, ég hef verið kennara í eftirlega. Eigum við að byrja. Velkomin á þennan hádegisfyrirlestur hjá Miðstöð stafræna hugvísinda og lista og velkomin Trausti Dagsson frá Árnastofnun sem ætlar að tala við okkur um ísmús, gagnrýnin þjóðsagnir, tónlist og raddir fortíðarinnar. Þannig að Trausti, gjörðu svo vel. Takk fyrir. Já, komið sæl. Ég heiti Trausti og verkefnastjóri hjá Stofnun Árna Magnússonar í fræðum og forritari þar, sem gagnagrunna og vefsíður og hitt og þetta stafrænt hjá stofnuninni. Og ég með meistaragráðu í hagnýtri þjóðfræði frá Háskóla Íslands og ég ætla að tala hérna vefinn ísmús og yfirskriftin víðfeðmur vefur þjóðsagna, tónlistar og radda fortíðarinnar. Vegna þess að þessi grunnur sem kannski byrjaði frekar einfalt orðin ansi stór og ansi viðamikill og stækkar í sífellu. Hjá Árnastofnun erum við með þetta hljóðritasafn, ótal spólur, upptökur sem voru teknar á síðari hluta 20. aldar og fyrr, þar sem hafði myndað vaxsorkum sem við erum líka með, ansi gamlar upptökur. Og þetta safn ansi stórt og geymt í kjallaranum í Eddu. Og þessu var safnað að langmestu leyti af 3 manneskjum. Fyrst Hallfreður Örn Eiríksson sem var safnaði frá 1958 alveg til 1999 og svo var það Helga Jóhannsdóttir og Jón Samssonason sem var safnuð hann 10 ára tímabil. Og þau fóru öll landið, ferðuðust landið með upptökutæki og leituðu uppi eldra fólk hér og þar landið og tóku viðtöl. Spurðu það bara lífið í gamla daga, sögur, kvæði, kvæðskap, tónlist og allt mögulegt. Og það til ansi margar skemmtilegar sögur, sérstaklega af Hallfreði, sem átti að víst til bara mæta á bæi og bara til sögur hann hefði bara mætt á bæi og tekið í hrífu út á túni og byrjaði að raka og farið svo inn með fólki í kaffi og byrjaði að tala og svo kannski vildi fólki ekki segja honum neitt og þannig að hann kvaddi og svo kom hann bara daginn aftur, spurði sömu spurninga og fékk upp úr fólki alveg ótrúlegt og þau líka og þetta alveg ótrúlega dýrmætur sjóður sem þarna í safninu. Og svo náttúrulega ekki síst heimildafólkið, allt þetta fólk sem skráð og allar þessar raddir fólk sem heyrast, þetta alveg fjöldir allra viðmælendum og þetta mikið til fólk sem fætt síðusta áratuginn á 19. öld. Þannig að þetta ótrúlega merkilegt. Þetta var, eins og ég segi, eldra fólk á þessum tíma sem þetta var tekið. Og þau náttúrulega eru það sem náttúrulega, verðum að minnast, allt þetta heimildafólk sem segir sögur og jafnvel bara sett í kannski erfiðar aðstæður að þau kannski ekki vön að tala í upptökutæki en þau einhvern veginn fá þau til þess að gera það og það mjög merkilegt. Og bara svona til þess að setja þetta í samhengi við tímann að þá þetta hérna elsti heimildamaður sem heyrist sem til upptökur af, Guðmundur Ingimundarson úr Borgarfirði, fæddur 1827. Þannig að þarna getum við heyrt rödd í manni sem var fæddur fyrir 200 árum síðan. Hann hérna að fara með hluta af Passíusálmunum og hann var forsöngvari úr sveitinni í bæjarsveit. Þannig að þetta svona hefur hljómað mögulega söngurinn í kirkjunni. Og svo en flestir það mjög margir fæddir hérna 1890 eitthvað og á fyrir hluta 20. aldar. Þannig að þetta svona á þessum áratugum sem að fólkið fætt.
Og hérna bara svona kort sem sýnir dreifingu landið. Þetta eru heimili heimildafólksins, þannig að þetta nokkuð bara jafnt allt landið. Vestfirðir og náttúrulega þéttan á Norðurlandi fer náttúrulega bara dálítið eftir þéttleika bæja og þau virðast bara hafa farið bara langflesta sveitir landsins. Og þetta hérna graf, þetta sést nú eiginlega ekkert hérna stendur 1950, 1960, 1970 og 80, þetta henni fjöldinn af hljóðupptökum frá hverjum áratug, eða svona eftir árum. Þannig að þetta frá þessu bili sem þetta langmest tekið og svo hérna eru örfáar bara kringum, ég held að elstu upptökurnar séu svona kringum 1907, það ekki alveg vitað nákvæmlega hvað þær eru gamlar. Og svo fóru þau líka til Vesturheims, þannig að þetta heimili heimildafólks í Vesturheimi, í Kanada og eitthvað í Bandaríkjunum og tókum við til það líka, við fólki þar, Íslendingar sem bjuggu þar og afkomendur þeirra, þannig að það eru til þess margar sögur þarna. Þetta hefur verið gefið út bók, Sögur úr Vesturheimi. Kannski aðeins fyrir að tala vefinn, þá náttúrulega var byrjað 1990 eitthvað, 96 held ég, að gera fyrstu upptökurnar stafrænar, koma þeim á stafrænt form. Það voru til bara á varðveislu böndum í geymslunni í Árnagarði og það var byrjað að koma þessu stafrænt form á þessum tíma og það var mikið til að þakka samstarfi við Tónlistarsafn Íslands sem voru hérna Bjarki Sveinbjörnsson og Jón Hrólfur Sigurjónsson sem voru mjög framsæknir og þeir voru að leita tónlist í þessum upptökum og það var eiginlega þeir sem að byrjaði því að gera þetta stafrænt og vera með svona tilraunir til þess að koma þessu miðlæði svefni á vefnum og síðan þá hefur hérna Rósa Þorsteinsdóttir hjá Árnastofnun verið að vinna hörðum höndum við að koma öllum þessu upptökum á stafrænt form. Einhvern tímann í kringum kannski 2010-11 í einhverri mynd og síðan hefur það þróast áfram og á vefnum ismus.is það núna þessi útgáfa sem opnaði 2022 þar sem að búið að skipta allt í þjóðfræði hlutanum og tónlistarhlutanum til þess að reyna aðeins að aðgreina þetta þótt að þetta sé náttúrulega hlutar sem að tengjast allt í mikið og á þessum vef það hægt að hlusta á hljóðritin og þannig ýmis gögn Tónlistarsafn Íslands það sem til dæmis bara ansi yfirgripsmikið yfirlit yfir tónlistarfólk og hljómsveitir og þeir byrjuðu meira sér að skrá viðburði tónleika upp úr tónleikaprógrammum sem eru varðveitt á Landsbókasafninu. Tónlistarsafnið hluti af Landsbókasafni Íslands. Og þeir byrjuðu, þeir eru búin að skráta sér marga tónleika sem voru haldnir hérna í kringum 1900 og þá rauninni hvaða tónlistarfólk var að flytja og hvaða lög voru flutt og hvaða kvæði og hvar. Það svo sem vinna sem kannski alltaf mikið eftir og það náttúrulega málið, það endalaust að gera eitthvað þarna. Og í nýju útgáfinni þá bættist þá við í rauninni 2 gagnagrunnar við þennan þjóðfræði hluta sem þessi græni hluti þarna hægra megin. Það þá sagnagrunnurinn sem að prófessor Terri Gunnell hjá Háskóla Íslands bjó til, yfirlit yfir sagnir í prentuðum þjóðsagnasöfnum sem hann byrjaði á einhvern tímann fyrir 2010 held ég og svo ævintýragrunnur Aðalheiðar Guðmundsdóttur sem rauninni mjög sambærilegur grunnur en tekur efni úr sömu þjóðsagnasöfnum nema þar eru þessi ævintýri sem þá skilgreint á móti sögnum. Sagnir eru meira sem fjalla svona nærumhverfi fólksins og gamla tíma og svoleiðis og meðan ævintýrin eru þá meiri gerast í ævintýraheimi, einhvers staðar annar staðar en í okkar heimi. Og í hljóðritasafnshlutanum þar hægt að
finna yfir 2000 klukkustundir af efni. Og þetta eins og ég nefndi áðan, bara alls konar efni. Þetta eru frásagnir, minningar, söngur, kveðskapur, sagnir, það minnst á þjóðsagnaverur, það talað fólk og hrakningar og hitt og þetta, drauma, allt mögulegt. Og eins og ég segi, elstu upptökurnar frá 1907. Mikla spilaganni, það alltaf gaman að hlusta á þetta. Spila hérna nokkur dæmi. Stemma engum eignum. Viður sakar settan dóm, sælu slakar vonum, hugar akurs blikna blóm, bel sig hak við rónum. Þetta ríma. Viður sakar settan dóm, sælu slakar vonum, hugar akurs blikna blóm, bel sig hak við rónum. Svo hérna eitthvað annað. Og þú syngir ekki fyrir mig einu sinni. Já, þetta eitt af uppáhaldslögunum mínum. Þetta svona kraftmikill söngur. Höndin úr hlíðinni fór. Höndin úr hlíðinni fór, en hjólan vex aftur í dalnum. Laus frá. Svo hlær hann bara að þessu. Og svo ýmislegt annað. Hérna ein upptaka sem ég hef alltaf alltaf gaman af. Já, þú ætlar að pabbi var ofta, hann tvinnaði band og rock svona og þekkti hann og söng oft vísu sem að ég hef engan heilt hafa nema hann. Og vísan svona, hver ferðast hefur ferðum að, kann purðum allt að greina, því greip ég híklust hallast af og hós var langferð eina. Þetta svo afleitt, svo afleitt. Eins og afleitt kall mér var, seg úríjam okkur hvað meir til var. Þetta hef ég engan mann heyrt hafa yfir. Ég hef svo gaman að þessari upptöku, af því að þarna hann að segja frá vísu sem að pabbi hans fór með þegar hann var að tvinna band á rock. Og ég hef aldrei fundið þessa vísu neins þar annars staðar, þannig að þetta bara svona dæmi eitthvað sem að væri þá mögulega bara horfið ef að þetta hefði ekki náðst á band á þessum tíma. Og ótal mörg svona dæmi. Og sagnagrunninn og ævintýragrunninn sem að þarna aðgengilegt, þá þetta yfirlit yfir sagnir úr þessum sögnum. Þegar það var gerður á sín tíma þá voru þetta ekki heildar textarnir úr bókunum, heldur henni úrdráttur og efnisorð. Og þetta allt tengt við fólk, við heimildafólki sem er skráð í söfnunum og safnaranna. Og það eins með hljóðritasafnið, þetta allt tengt við heimildafólk. Og það það bil 12.000 sagnir núna, þær voru 10.000 það bil þegar hann var gerður fyrst, grunnurinn, en hann hefur aukist aðeins. Og svo ævintýragrunnurinn þá 600 ævintýri skráðu líka og þau eru skráðu eftir þessum típunúmerum sem eru notuð í þjóðsagnarannsóknum, svona mikið til, ekki alveg allt. Og þetta náttúrulega stærstur hluta úr safni Jóns Árnasonar, Íslenskar þjóðsögurævintýri, sem eru bil 2600 sagnir minni mig, svo stórt safn sem var safnað af Sigfúsi Sigfússyni á Austfjörðum, mjög merkilegt safn sem hefur ekkert endilega mikið verið talað en það mjög merkilegt, það ansi stórt, það 1100 sagnir þar og svo önnur minni söfn og þetta náttúrulega elsta svona safnað í kringum miðja 19. öld og svo eins og vestfirsk söfn nokkur sem þá safnað á fyrir hluta 20. aldar og þannig að þetta mjög mikið efni og við erum komin með svona lengri textana úr mörgum af þessum ritum í gegnum bara samstarf við Landsbókasafnið sem hefur skannað bækurnar á bækur.is
og þarna er dæmi bara djákninn á Myrká, hvernig það sést og þá sjáum við textan hérna, svo sjáum við heimildir þarna því að það er það sem er svo mikilvægt að það er búið að skanna náttúrulega inn mikið af handritum á handrit.is og á bækur.is og við höfum náð að tengja sérstaklega við Safn Jóns Árnasonar við þá frum handritin, þannig að þetta sjá þau á handrit.is og í þessu tilfelli eru það ansi mörg sem að þessi sögn djákninn á Myrká er tekin úr. Og sagnagrunnin byrjaði sem hann átti að vera svona þáttið áhersla á landfræðilega tengingu. Það eru það bil 15.000 staðir í Ísmó sem eru skráðir og sem eru tengdir við, þetta getur verið heimili fólks eða staðir sem er minnst á í sögnunum. Ég ætla bara að sýna ykkur dæmi yfir þá sögu staðina sem að birtast í þjóðsögunum. Og þetta eru staðir sem minnst er á í sögnunum. Og þá býður kerfið upp á að leita að einhverjum ákveðnum efnisorðum eða sögnum einhvers heimildamanns eða eitthvað, þá sjást sögu staðir. Og það er mjög áhugaverð hluti sem maður sér. Það er til dæmis, ég rak augun á heimildamann sem var fæddur hér, Sumarliði Guðmundsson, og tók ég eftir að sagnirnar hans að gerast allar hérna einhvers staðar. Og síðan þegar ég fór rýna í það, þá var hann landpóstur og fór alltaf þessa leið. Og þannig að þetta bara endurspeglar alveg leiðina hans. Og eins sagnir sem það eftir heimildafólki úr Skagafirði, það gerast alltaf mikið hérna og hérna. Þannig að hérna var fólk að fara í verstöðvar á vorin og þannig að þetta er svona, það er mjög margt áhugaverð sem maður getur séð út frá þessari landfræðilegu dreifingu. Og eins náttúrulega með bara ákveðnar verur, ákveðin fyrirbrigði úr þjóðsögunum eða eitthvað. Eins og ég nefndi hérna Safn Sigfúsar Sigfússonar, að þá er efnisorðið sæbúar, þeir eru langflestir hér af einhverjum ástæðum og þeir eru langflestir úr Safni Sigfúsar. Hver ástæðin veit ég svo sem ekki, en það er mjög áhugavert. Og það er alltaf með svona gögn að þetta býr til svo margar spurningar sem er gaman að svara eða leita að svara við. Síðan á síðustu árum þá hefur bæst við í sagnagrunni efni frá Orkneyjum, Hjaltlandi og Færeyjum. Það er það bil 2200 sagnir. Það er nemar sem að Terri Gunnels hefur fengið til þess að skrá sagnir þaðan og tengja þá inn í sagnagrunnin og því þetta er náttúrulega tenging við svona skyldan sagnaheim Færeyjar og Orkneyjar og Hjaltland. Það er margt sameiginlegt með þjóðsagnahefð þar þótt að ýmislegt sé ólíkt. Þannig að það er mjög áhugavert að fá þetta inn og gaman líka geta nýtt þá rauninni þetta kerfi fyrir eitthvað annað en bara íslenskt og víkka þetta svona út. Og þetta eru þá sögustaðir sem eru til í Færeyjum, Orkneyjum og Hjaltlandi og það er ansi mikið sem að þessi margir staðir sem eru þar, þótt að það séu, já, þetta eru 2200 sagnir, segðu það ekki, jú. Og svo sem ef maður skoðar heimskortið sem ég er ekki með, þá eru alltaf sagnir sem að gerast hér og þar, víða heim og bæði í þessum heimi og öðrum. Sem að staðurinn Helvíti til dæmis ekki að finna á korti, en hann er margar sagnir sem gerast þar. Síðan aðeins að tala bara svona frekari tengingar. Það er verkefni sem heitir Ísabel, sem er svona fjölmálaleit í gagnagrunnum yfir sagnir í Evrópu. Og sagnirnar og sagnagrunni eru í rauninni tengdar inn í þetta. Það er þetta gagnagrunnar sem getur leitað á bara ensku eða íslensku eða ætli sé ekki danska og þýska sem er í þessu líka, því það er tengt þessu. Og þá finnur það niðurstöður í sögnum á öllum þessum tungumálum sem er tengt við. Og þetta tengir þá Ísland við Danmörku, Evald Christensen safnið sem var sett, gert stafrænt, og svo gagnagrunn í Hollandi og Þýskalandi. Þetta er verkefni sem er lokið núna, en
fekk dálítið mikinn styrk og var svona dálítið samstarfsgrundvöllur og stendur til held ég að víkka út í Norðurlandana. Því í Norðurlandunum hefur mjög mikið verið gert stafrænt, sérstaklega í Noregi og Svíþjóð af svona þjóðfræðinni sem þá er hægt að tengja við þetta. Það er svona aðeins að minnast á tónlistarhlutann. Að í Ísmús búið að skrá flest lög í þjóðlagasafni Bjarna Þorsteinssonar og við fengum smá pening fyrir nokkrum árum úr Nýsköpunarsjóði námsmanna og það var nemandi sem að gerði nóturnar í þessum hluta af safninu sem að rauninni haft eftir heimildafólki, ekki þeim hluta sem úr handritum, þetta alls mikið af safninu hans Bjarna úr eldri handritum, en úr svona þessum lögum sem voru höfð eftir ýmsum sem kallað þau voru gerð stafræn. Þannig að nóturnar stafrænar, það hægt að hlusta á lögin þarna og hlaða niður music XML file sem þá hægt að setja inn í nótnaforrit og þá hægt að vinna með einhvern veginn víðar ef þörf á og það svona einföld leitarvél þarna sem þetta að slá inn hluta af laglínu og þá reyna að finna lög sem að passa við þá laglínu. Og svo náttúrulega tala um tengingar, þá erum við með myndir úr bókinni hans Bjarna og hægt að fletta því og við höfum líka, af því að hjá Árnastofnun varðveitt handritasafn Bjarna sem upprunalegu nóturnar eða upprunalegu handrit hans og ýmislegt annað. Það búið að skrá hluta af því safni og mynda á handrit.is og þá rauninni hægt að fara líka inn í þau lög og sjá nóturnar í frumhandritum og með athugasemdum og svona. Þannig að og þetta allt saman beinar tengingar við bækur.is og handrit.is. Þau kerfi bjóðu upp á að setja inn bara beinar tengingar og þá sækjum við gögnin þar beint og myndirnar beint þaðan. Og fleiri nótur komnar inn bara, og það gerðist þetta bara í síðustu viku, að nóturnar sem í bókinni Segurbönd Iðunnar sem var gefin út fyrir nokkrum árum yfir rímna stemmur, þær komnar líka inn. Að upptökurnar sem voru tengdar útgáfunni, hljóðupptökurnar sem fólk að kveða þessar rímur við þessar stemmur, þær voru allar þarna inni. Þannig að núna búið að tengja þær upptökur við nótur og eins hægt að hlaða niður nótunum, hlusta á lögin, þótt að svona MIDI spiluna sem einfalt tölvugert píanó nú ekki á við kveðskap. En þá það allavega hægt að hlusta á það og ná í það og vinna eitthvað með það. Því það náttúrulega eitthvað sem við viljum, að fólk vinni eitthvað með þennan harf og gera eitthvað með þetta, sem að margir að gera líka, sem mjög skemmtilegt. Frekari viðbætur sem að hafa komið náttúrulega stór viðbót sem að óðfræðivefurinn Bragi, gagnagrunnur yfir lausavísur og kvæði, sem að ótrúlega stór. Mér minnir þetta sé það bil 30.000 vísur sem skráðar þarna og mikið til skráð þá bragarhættir. Þess að maður að leita þá eftir öðrum vísum í sama bragarhætti og það myndræn sín á bragarháttin eftir endarím og innrím og eitthvað svona. Ég tek það fram að ég ekki sérfræðingur í bragarháttum. Það ótrúlega stórt safn sem að Kristján Eiríksson tók saman með hjálp annarra og þá líka tengt við höfunda vísnanna. Og síðan tengist þetta allt saman að margt fólk sem var í Braga sem höfundar lausavísna þá kannski heimildafólk í hljóðritasafninu eða jafnvel sagnagrunninum og þetta tengist allt saman. Það það sem svo magnað.
Síðan höfum við sett inn bréfasöfn, 2 bréfasöfn sem eru þá bréfasöfn Jóns Árnasonar, þjóðsögusafnara, sem var gert stafrænt og skrifað upp í tengslu við rannsóknarverkefni fyrir nokkrum árum, og bréfasöfn Sigurðar Guðmundssonar málara, sem var annað sambærilegt rannsóknarverkefni svona menningarsköpun og ímyndarsköpun á 19. öld. Þannig að þau hægt að lesa þarna og sjá myndir af einhverjum þeirra. Síðan leggjum við áherslu á tenginga við önnur sambærileg söfn. Til að mynda nafni.is sem örnefnavefur Árnastofnunar, að ef að bæjarnafn finnst af Ísmús þá í flestum tilfellum tengill yfir á nafni.is þar sem hægt að sjá sama bæ og sjá þá örnefnaskrár og örnefnalýsingar þaðan og eins af nafninu.is yfir á Ísmús. Þannig að sé þetta, ef maður finnur eitt á einu staði geta fundið á öðrum stöðum, og eins með handrit.is að það getur til þess að verið bæjarnafn af Ísmús sem líka skráð á handrit.is af því einhver einstaklingur sem var skrifari eða eigandi handrits eða höfundur efnis þar bjó á þeim bæ, og þá hægt að fara þangað og sjá upplýsingar þann einstakling og síðan þessar tengingar við bækur.is af því við skráum heilmikið af heimildum. Þetta náttúrulega kemur eins og í sagnagrunnum þetta allt úr bókum sem búið að skanna dálítið mikið af. Landsbókasafnið alltaf að skanna meira og meira. Og þá reynum við að gera tengingar úr þeim sögnum sem að fólk finnur í sagnagrunnunum yfir í bækur.is þess að lesa upphaflega texta. Síðan var eitt mjög áhugavert verkefni, mjög þarft fyrir nokkrum árum sem að fékk styrki gegnum miðstöðina, Miðstöð Safnarna hugvísinda og lista. Það var talgreining á upptökunum. Af því að þarna erum við með 2000 klukkustundir sem skráð með efnisorðum og einhverju stuttri lýsingu, en það ýmislegt fleira í upptökunum sem ekki skráð. Og ef fólk leitaði að einhverju og fann eitthvað sem var mögulega áhugavert, þá þurfti að hlusta á allt saman til þess að finna hvort að þarna væri eitthvað sem þú ert að leita að. Og okkur langaði til þess að geta leitað í því sem fólk að segja. Og þá fórum við í samstarfið tæknifyrirtæki Tiro sem spratt upp úr Háskóla Reykjavíkur og hefur verið svona leiðandi í talgreiningu á Íslandi. Bjuggum til talgreining fyrir Alþingi til þess að skrifa upp þingræður. Bjuggum til talgreining fyrir lækna á Landspítalanum minni mig, þar sem til að geta lesið sjúkraskýrslur og lesið þær sjálfkrafa. Og svona tækni var náttúrulega til fyrir ensku, en þau gerðu þetta sérstaklega fyrir íslensku, en síðan af því að þetta eldri upptökur, þetta kannski léleg hljóðgæði, þetta eldri viðmælendur, öðruvísi talandi heldur en kannski í dag, þá var búið til sérstaklega talgreinir fyrir Ísmús sem gat þá líka gagnast öðrum, til dæmis Ríkisútvarpinu sem líka með eldri upptökur og rauninni passaði fyrir þessa gerð af upptökum. Og það tókst bara ansi vel. Við fengum starfsmann hjá okkur til þess að vinna við þessa þjálfun, búa til gögn til þess að þjálfa talgreinin og vinna það áfram. Og það rauninni birtist þá í vefnum núna að við ákvaðum, við fengum þá bara heilmikinn texta upp úr þessum upptökum sem við gátum sett inn í gagnagrunnin, og við vorum ekki viss fyrst hvort við ætluðum að nota þessar uppskriftir sem bara hjálp við að leita á vefnum eða birta þær, en við ákváðum að birta þær þótt að séu í mörgum tilfellum rangar og það eru villur, en það það bara fólks að meta hvort að það séu villur eða ekki. Þegar maður leitar að einhverju, þá hægt að hlusta upptökuna, þá sést hérna uppskriftin með tímastimplum, og þá hægt að smetla bara á ákveðin punkt, fara inn í þann stað upptökunni. En svo náttúrulega þessi tækni alltaf að vera betri og betri, þannig að mér finnst mjög líklegt að við eigum eftir að gera svona sjálfvirkar uppskriftir aftur fljótlega með annarri tækni og sjá til hvort það sé betra. Og þetta tengir hljóðupptökurnar á enn betri hátt við sagnirnar í sagnagrunni
af því við erum með fítus hérna sem að kallast svipað efni. Sem að þýðir að ef það búið að finna einhverja sögn eða ævintýri eða hljóðupptöku, þá leitar kerfið að einhverju öðru í safninu, hvort sem það sögn, ævintýri eða hljóðupptöka, sem með svipað tíðni orða. Þannig að þú finnur eitthvað. Gott dæmi var til dæmis bara sögn í sagnagrunninum stúlku sem að gefur hrafni reglulega. Hrafnin lokkar hana svo í burtu frá bænum einhvern daginn og svo kemur skriða og fer yfir bæinn og hann að bjarga henni. Og þessi fítus svipað efni, hann finnur fleiri sagnir akkurat þetta, bæði í hljóðritunum og sagnagrunninum. Þannig að þetta er svona til þess að hjálpa fólki að finna eitthvað sem er mögulega svipað. Þetta er ísmús. Þetta eru hljóðrit, sagnir, heimildafólk, ævintýri og staðir. Ég ákvað að búa þetta til, mig langaði að reyna að fá svona myndrænt yfirlit yfir þetta. Þetta er svona þessi víðfeðmi vefur og allar þessar tengingar, þetta svona sýnir að það er lítið af eilöndum í ísmús, það er allt tengt saman. Og vefurinn er þannig gerður að ef maður finnur eitt, þá er alltaf hægt að fara áfram. Það er alltaf hægt að fletta sig áfram, finna eitthvað annað sem tengist þessu. Og þannig fara svona vítt og breitt. Og ég ætlaði bara svona að taka smá sýnidæmi. Hérna er síða úr handriti. Hérna er kvæðið kom ég upp í Kvíslarskarð, Kátsegg stúlkan fyrir mér varð. Ég ætla bara svona að nota þetta kvæði sem pínu svona dæmi hvernig ísmús getur virkað. Hérna er vefurinn, hérna er ég búinn að leita Kvíslarskarð. Hérna kemur heilmikið upp, 39 hljóðrit, 1 sögn, 1 lag og erindi eða lausavísur, 1. Og ég ætla að fara hérna. Hérna er sögnin, ég ætla að smella á þetta. Þá fæ ég hérna upp sögn úr safni Jóns Árnasonar. Hún er mjög stutt. Maður heit Jóhann, hann bjó á Egilsstöðum í Vopnafirði og kallaði hinn þýski. Frá því er sagt að smalastúlkan gekk einu sinni til Sauða, skarð er í fjallinu upp á bænum sem kallaði er Kvíslaskarð. Þangað gekk honum þegar hún kom heim mælt þetta fram. Og hún rauninni fer með vísu að hún hafi væntanlega hitt huldukonu þarna í þessu Kvíslarskarði. Og hérna getum við farið í margar áttir. Við getum farið hérna, séð staðina. Þetta er bærinn Egilsstaðir og hérna er Kvíslárskarð sem heitir Kvíslárskarð í örnefnasöfnum. Þannig að þetta er annar ritháttur og sem er bara mjög eðlilegt fyrir mörg örnefni sem að bera mismunandi nöfn eftir aldur heimilda. Og það sem við getum farið hérna í eru til dæmis heimildirnar. Að þá getum við hérna séð sögnina eins og hún birtist í 1862 útgáfunni af íslenskum þjóðsögum og ævintýrum. Og neðar getum við þá séð 1954 útgáfuna. Þar er kvæðið, það er annað kvæðið hérna verið framan. Þetta er svona örstuttar sagnir, þetta er í þessum huldufólks hluta af safninu. Síðan getum við líka séð það frumhandrit sem að innihalda þessa sögn. Og það er myndin sem að ég sýndi ykkur hérna undan. Sem er þetta snjáða pappírshandrit þar sem að þessi stutta sögn er og kvæðið er skrifað. Ég veit ekki hvort þetta sé hönd Jóns Árnasonar. Þetta er svona einhver samtíningur, það eru margar rithendur í þessu handriti. Og síðan ef fólk vil lesa meira handriti þá er þetta að smella hér og fara yfir á handrit.is og sjá færsluna þar. Og eins með bækurnar, það er hægt að fara í bókina sjálfa á bækur.is. Síðan getum við farið lengra og það er þetta erindi. Það er skráð í grunninum
Braga, óðfræðivef, þannig að þá getum við smellt hérna, sjá nánar á Braga. Þá erindið hérna, við getum séð hvaða bragarháttur er, þetta er stafhend eða stafhenda. Það er hérna sama rými í tveimur línum og svo í næstu línum. Skarð, varð, sjá, á, við getum séð það, viðvörunar, ártala, þetta er talið frá í kringum 1650. Það er af því að það var sagt í sögninni að þetta væri á tímum Brynjólfs biskups í Skálholti. Og það er náttúrulega engin höfundur af þessu kvæði, þetta er höfundurlaust kvæði. En þetta hefur greinilega verið allt þekkt kvæði af því að í hljóðritasafninu þá eru 27 hljóðrit þar sem að er farið með þetta kvæði. Getur hlusta á eitt þeirra? Það er bara hægt að hafa verk. Já, það er fyrir sem að verða mikið höfðu. Ég fram á kvíslarskað, kátleg stúlka fyrir mér varð, hugur var hún og fríð að sjá, fallega leist mér hana á. Blátt var pilsa. Þarna er aðeins annað afbrigði heldur en var skráð, það stendur gekki fram á Kvíslaskarð, en í bókinni var þetta komið upp í Kvíslaskarð, og þetta er náttúrulega algengt í þjóðfræðiefni, þetta er til í ýmsum afbrigðum, svona efni, kvæði og annað. Hérna getum við síðan bara farið beint inn í upptökuna og þá getum við séð til dæmis heimildarmanninn, Ólínu Ísleifsdóttur. Við getum þá farið séð fleiri hljóðrit með henni. Við sjáum að hún er fædd 1880, hún er frá Hrafnabjörgum í norður Múlasýslu. Og ef við förum tilbaka þá getum við líka séð að í þessu hljóðriti að þá er þetta hljóðrit raunni úr frumgagni. Frumgagn eru þá raunni spólan sem þetta var á og það er búið að klippa viðtölum niður í styttri búta og þá getum við séð allt hérna viðtalið við hana í samhengi. Og hún er fyrst að segja einhverja sögu, svo er hún að fara með þetta gekk fram á Kvíslaskarð, syngur annan lag og annan lag, þannig er hægt að fara raunni á hlusta á allt viðtalið eða smetla hérna, setja hljóðrit í þessum frumgagni í spilunarlista og heyra þá allt viðtalið. Og svo er hægt að fara tilbaka og svo er náttúrulega í kvæðinu sjálfu, það eru líka staðir, minnst á staði, það er náttúrulega bara Kvíslárskarð. Og þannig að svona virkar vefurinn, það er raunni, maður lendir einhvern veginn aldrei í neinum enda, það er alltaf hægt að fara áfram, þetta að sjá meiri upplýsingar fólki, meiri upplýsingar staðina, næstu hljóðrit og þess aftar. Og svo náttúrulega kemur fram í kvæðinu að það kemur fram í þessari sögn, þannig ef maður finnur kvæði sem er í sögn þá er þetta að fara áfram og sjá meiri upplýsingar. Þetta er svona dæmi hennan vef af upplýsingum sem að Ísmús er. 5 mínútur viðbót, já, þetta er alveg að koma. Segja bara svona rétt í lokin þá ætla ég að segja frá tóli sem er kallað Þjóðfræði Skuggsjá, sem er á vefstofinu skuggsjá.árnastofnun.is. Þetta er rauninni gögnin úr hljóðritasafninu og sagnagrunni og ævintýragrunni sett upp í ákveðið kerfi sem gefur svona myndrænt yfirlit. Þannig að birtir að gröf yfir efnisorð og heimildafólk og staði og kyn fólks og hvort það séu hljóðrit eða prentað efni. Þannig er hægt að leita eftir einhverjum efnisorðum eða bara orðum úr textanum og sjá rauninni yfirlit yfir efnið. Hérna erum við heldur búin að leita einhverju ákveðnu efnisorði. Hérna sést til dæmis hvaðan það kemur, þetta eru hljóðrit Hallfreðar Arnar. Og síðan eru þarna einhvers staðar þjóðsagnasöfnin, þannig að þarna er hægt að leita eftir ákveðinu efnisorði í söfnum og sjá hvort það sé meira af því í Jóni Árnasyni eða Sigfúsi Sigfússyni eða hvort það sé í hljóðritasafninu og svo er þetta að smella á öll þessi myndrit og rauninni síja sig áfram inn í gögnin meira til þess að finna þá hérna í listanum neðst það sem að svona
fólk þarf að, já, það sem að mögulega á við þessa leit. Og þetta á að vera svona rannsóknarverkfæri fyrir það sem að rannsaka efnið. Á meðan ísmús náttúrulega líka gott til rannsókna en meira svona kannski svona grúsk. Og já, þetta vefstofan ég sagði áðan, ég hefði gleymt henni. Og hérna svona nærmynd að þessum stóra vef af gögnum. Og ég held að þetta sé bara orðið ágætt hjá mér núna. Takk fyrir. Kæra þakka Trausti. Þetta var ótrúlega heillandi. Spurningar eða athugasemdir. Já. Rekist á einhverju villu. Ég ætla að tala eitthvað ég bara var að velta því fyrir mig núna. Hvað svona, kom söfnunin af stað? Þekkir eitthvað söguna? Í Í upphafi, hljóðrita? Já. Þú sást mjög vel, flestar upptökurnar eru frá hvaða tíma. Það var eitthvað átaksverkefni og stjórnvöld sem að höfðu eitthvað með þetta að gera eða... Ein saga sem ég heyrði, sem að Rósa sagði daginn, var svo að það var vonu handritum til Íslands frá Kaupmannahöfn og það var stofnuð handritarstofnun Íslands en síðan komu handritin ekkert alveg strax þannig að það var alltaf fólki að vinna í handritarstofnun Íslands með engin handrit. Þá var við Hallfreður farið af stað. Já. Það var verið til tæki og tól og... Já. En þetta var nú svona kannski jaðarfræði þarna á þessum tíma, Kannski bara eitthvað svona ástríð verkefni þegar það fóru af stað. Já, það var það. En var ekki samt eitthvað fornleifar? Jú, það hefur alltaf svo sem alltaf verið. Þetta er svona önnur bylgja heldur en kannski söfnunin á 19. öld sem að snerist alltaf rosa mikið einhvern veginn að sýna hvað Íslendingar voru og svona okkar svona sérstaka efni og svona. En jú, þau náttúrulega hafa fundið það hjá sér og þau náttúrulega, eins og Hallfreður náttúrulega lærði, hann hafa lært í Prag og það náttúrulega var mikil þjóðsöfnunarsöfnun þar í gangi og þjóðfræðisöfnun. Þannig að hann hefur náttúrulega lært þetta þar, þetta væri mjög mikilvægt að safna þessu efni. En svo heyrði ég líka einmitt að margir kannski sem aðeins með honum hafði kannski ekki alveg alltaf skiljið hvað hann var að gauka, Maður heyrir það líka ofta á upptökunum og fólk bara, okkur eftir að tala um Já. Það er ekki. Nei. Ég drakst á upptökur, þetta var atvinnubóta vinna eftir kreppu í Bandaríkjunum. Já. Og þar voru nokkur, allavega ein íslensk kona sem að flytja það mælti mín móðir. Já. En með svona smá enskum áhrifum, þannig að ég fór bara líka veltaði fyrir hvort að það er eitthvað svona, komið þetta einhver óvæntur sjóður. Já, akkurat, nei, það var nú ekki svona. En þetta var alltaf öðruvísi í Norðurlöndunum. Eins og í Svíþjóð til bara gríðastór skjalasöfn með pappír sem var nemendur til dæmis, voru bara að ferðast og bara hitta fólk og bara skrifa niður. Ekki þá, og þá færri upptökur, hljóðupptökur. Já, það voru líka að gera hljóðupptökur. En þetta eru viðtöl, eða svona uppskriftir frá, í kringum 1920 og eitthvað. En þá einhvern veginn var ekki þessi vakning hér nema ekki svona stofnanasöfnun, heldur meira bara svona einstaklingar eins og náttúrulega, Jón Adarsson byrjaði og svo Sigfús Sigfússon og Ólafur Davíðsson og svo fleiri, Arngrímur Bjarnason á Vestfjörðum og hinir og þessir sem var svona meiri einstaklingsframtak þar. Ég byrja á því að þú lagt mikla áherslu á þessari kynningu og þessari tengingar. Já. Og þessari tengingamöguleika sem verða náttúrulega til við stafvæðingu efnisins. Já. Þá getum við gert þetta.
hvað sérðu fyrir þér einhvern veginn sem möguleika áfram? Nú þetta svona tildulega lítið mengi með allt sem til. Já. Þó þetta sé rosalega stórt, þá þetta samt bara pínu brota því sem við höfum raun og veru þegar aðgang að og að reyna að vinna í að tengja. Hvernig sérðu þetta eiginlega? Hefur einhverja sýn á hvernig þetta getur litið út eftir 5 ár eða bara þetta umhverfið þar sem við höfum öll þessi gögn og getum verið að byggja á milli? Nei, svo sem ég mun ekkert endilega hugsa þannig sko, en nema náttúrulega bara að fá einhvern veginn sko meira inn, meiri tengingar við bækur.is, meiri tengingar við til þess tímarit.is og svona einhvern veginn kannski auðvelda fólki einhvern veginn og maður sér alveg fyrir sig einhvers konar sjálfvirkar aðferðir að þú veist, það til æviminningar, það til minningargreinar mikið af þessu fólki sem þarna, sagnafólk eða minnst á, tengja þetta einhvern veginn saman og þá reynir bara að sér maður hvernig í framtíði verður, þú veist, í öllum öðrum gögnum og svo náttúrulega þú veist, erum við ótrúlega forvitin bara að fá fleiri gögn úr bara héraðsskjalasöfnum og ég hef verið svona frekar spenntur fyrir þjóðháttasafni Þjóðminjasafnsins og ýmislegt fleira sem ég væri gaman að tengja við þetta. En það Er þetta upptökum í þjóðháttasafninu? Já. Og svona hjálprista. Já. En það þarf að búa til meira. Já, svo er þetta líka það. Já, og náttúrulega áframhaldandi söfnun er líka bara eitthvað sem er ótrúlega gaman að það náttúrulega ennþá söfnun. Þjóðfræðinemar eru að safna og fleiri. Þannig að það bætist alltaf við efni, sko. En svo náttúrulega við erum náttúrulega ennþá að stafa það og ennþá að leiðrétta og ennþá að skrá. Það er náttúrulega, þú veist að tala villur, sko, það eru mörg hundruð villur þarna. Það er það sem gerist þegar maður er samin að gagnagrunna, það er kannski einhver einstaklingur og hann kannski þetta sami og þarna eða ekki og þannig að það er endalaust hægt að dunda í þessu og leiðrétta. Það er líka mjög gaman að þetta að það eru margir að dunda einmitt í þessu. Við erum búin að vera, það er rekast á til dæmis ungar tónlistarmenn og svona sem er að nota þetta efni. Já. Einmitt. Listsköpun. Já. Sem er ótrúlega gaman. Þetta er alltaf eitthvað svona. Ég voru að velta fyrir upphafinu. Ætli þetta tengist ekki upphafið örnefnasöfnum sem fór fram á 4. áratugnum. Já. Og það var mjög öflugt. Einmitt. Það var einhver maður sem ferðaðist bara alveg skamst út um landið. Já. Og það var mjög algengt að örnefnin væri tengd við einhverjar sagnir. Já. Það tengist þessu eitthvað, sko, einmitt. Svo stoppar þetta náttúrulega algjörlega í stríðinu og Já. fram til 1950. Já, akkurat. Þetta var mjög öflugt þarna á árunum 1930. Þessi örnefnasöfnun, já. Og það er mikið örnefnir sem tengist. Og þetta er alltaf eitthvað að þessu á nafni.is, örnefnavefnum, sem að örnefnaskrárnar sem voru svo gerðar. Já, þær eru sko, voru á vegum landmælinga, örnefnastofnun sem samrænt síðan landmælingum. Já. Og það gera mikið ásætt að koma þeim inn á kort. Já, akkurat. Já. Jú, þetta tengist þessu nú eitthvað, sko. Já. Það er að ég þekki nákvæmlega þá sögu við þessa örnefnasöfnun. Það er ekki alveg með það á hreinu. Já, ég þarf að segja, kannski líka bara eitthvað svipaður uppruni og með þjóðháttasafninu. Þetta tengist í að gamlu verkþættir voru óðum að hverfa og það var svona 11. stundin inni. Já, auðvitað. Fyrst og fremst er þjóðháttasafninu svolítið á 11. stundin. Já, einmitt. Ná því sem er alveg að fara. Einmitt. Já. Já, eru fleiri spurningar eða? Jú, þakka Trausta fyrir frábæra fyrirlestur og